Við skulum vinda okkur í aðalhrekk kvöldsins. Það þekkja held ég allir fórnarlambið mitt í kvöld. Þetta einn frægasti maður Íslands og heitir Bubbi Morthens. Hann sló í gegn fyrst fyrir 3 árum síðan þegar hann ákvað að dæma í Idolinu. Mér fannst þetta ekkert rosalega frábært, langt því frá. Byrjar þú. Byrjar hann? Það var frábært hjá þér. Þetta var frábært. Þetta var allt í lagi, með því skára, en þetta var ekkert frábært. Eftir velgengdina í Idolinu ákvað þessi maður að prófa að gefa út disk sjálfur. Hann gaf út diskinn í 6 skrifa fjarlægð frá Paradís og þessi diskur virðist að hafa farið vel í landan því að stuttu seinna hélt hann tónleika í Laugardalshöll þar sem var allt vitlaust. Ég held að sé ekkert leiðilegt að halda upp á 50-afmælið sitt fyrir framan 6.500 mann sem að dýrka þig. Ég sé þetta alveg fyrir mér eftir 24 ár þegar ég verð 50. Auði, tek. Jæja, að öllu ganni slepptu að þá vita það allir að Bubbi Morthens sló ekki gegn fyrir 3 árum, heldur 20 árum og hefur verið á toppnum síðan. Það þekkja hann allir, það var allir skoðun honum og vita allir hver hann er. Hann var tíðu gestur hjá okkur strákunum, mér, Sveppa og Pétri og það byrjaði allt í 70 mínútum. Mér er náttúrulega alltaf langað til að sjá þig með hár. Þú gafst nú valið eitthvað skárra, maður. Hann kom og tók fyrsta lagið í þættinum Strákarnir. Draumarnir tilbáðu þau og nú gefið því. Já, hvað er það? Rómeó, Júlía. Þetta var æfing. Ég fekk bróður hans Bubba Tolla með mér í lið og það kannast nú örugglega margir við Tolla. Þetta er maður sem er ekki enn vaxinn upp úr því að lita og hann er með sitt eigin litaherbyggi út á Nesi. Þangað fekk hann Bubba til þess að mæta á fund væntanlega Danmerkurferð sína. Þeir voru búin að vera að plana þetta eitthvað sín á milli og Tolli sagði við Bubba, hann vildi funda þetta. Bubbi mætir á svæðið, nema þegar Bubbi mætir að þá er líka kominn bíll frá Vöku og þar er hann Styrmir á okkar vegum. Við ákváðum að athuga hvernig kóngurinn myndi taka því ef við myndum draga bílinn hans. Við erum að ná Bubba. Þegar Bubbi mætir á svæðið erum við búin að fela eina myndavél inn á vinnustofun hans Tolla. Þannig að nú erum við að fá að sjá áður en sýnum ykkur rekkinn Bubba Morthens í fyrsta sinn bara alveg venjulega. Hann er kominn til að hitta bróður sinn því alltaf þegar maður sér Bubba þá er hann alltaf í svona nettum karakter. Þannig ég vil meina að í fyrsta sinn núna fá að sjá Bubba alveg eðlilegan að ræða við bróður sinn. Kíkjum út á Nes. Blessaður. Hvað segirðu? Komstu með eitthvað með kaffinu? Já, eitthvað rusl. Hæ? Eitthvað rusl. Jæja. Djöfull er veðrið ógeðslega gott hérna. Hæ? Hvað segirðu það? Veðrið ógeðslega gott. Og hvað heyrður í Palla eitthvað? Palli er í Svalbarðsá. Hvað er Palla að gera þar? Hvað er það? Hann er efnilegur. Já, hann hefur alveg geggjunina sko. Og eljuna. Og það er bara að, þú veist, þetta kemur. Akkurat. Þetta er nú með allt svona sko. Hann var sko, hefur alveg veiðigenið í sér. Já, hann hefur enda versmanni. Vökubílar. Þeir taka smá tíma að koma honum upp á, reyna að hafa rosalega hljóðlega. Þetta er byrta. Ó, það er fallegt alveg núna. Í þessari byrtu, þessari haustbyrtu, það kemur svona byrta. Þetta er byrtan. Já, byrtan sem kemur á þessum tíma, 3-4 leyti upp frá, er þessum 2 leyti á nóttu í júní. Þetta er skrítið. Fattar þið mig? Ég er með því. Já.
Já, mér finnst þetta nú, sko, það er meiri dramatík í litunum á þessum tíma enn í júni eða júlí, sko. Þá var birtan, ljósið sér svipað. Loftbirtan sko, ekki náttúrubirtan, þetta er loftbirtan í júni. Hún er rosaleg. Seinni partinn í júni, himinninn og loftbirtan sjálf, loftbirtan. Skilur við. Það er gaman að sjá það að Bubbi ræði það sama við bróður sinn og ég ræði við systur mínar. Náttúrubirtuna og loftbirtuna. Það leyfa sér vínabrauð á okkur. Já, ég tók æfingu á það. Það eru þetta sko, bara að borða hér í laumi, skilur þetta. Í lagi. Það er ekki næg fundið með kallinum. Það var alveg til í að bjóða það bara út. Bara... Ég var að setja það bara í nefnd. Þú setja það í nefnd og skoða það. Vegna þess að... Já, það er margt að gera. Já, það er margt að gera. Ég þarf að negla þessa blöð. Já. Búttakaffi. Búttakaffi? Já. Það er allt til í þessu. Seguara-kaffi og búttakaffi. Vá. Jesúskaffi. Jesúskaffi, það er örugglega. Það fór nett stress í gang því að bíllinn frá Vöku var ekki kominn upp að bílnum hans Bubba þegar Bubbi ákveður að fá sér tyggjó og þá fór allt í panikk. Og niður Vatikan í Róminu. Hann að koma út. Heyrðu, ég held ég eigi tyggjó hérna. Voru þeir með... Bubbi. Jesúskaffi. Ég held ég eigi tyggjó. Ég held ég eigi tyggjó hérna. Þetta bara hérna. Góðan dag. Bara gleymið þessu. Nei, heyrðu það bara var verið að hringja í okkur með þessu. Nei. Hver er að hringja í okkur? Þetta er bíl frá BHL og ég er að vinna hérna með bróðum mínum á vinnustónu. Þetta er bílaplanið hans. Já, það var verið að hringja. Já, mér kemur það bara ekkert við. Hann er með þetta bílastæði hérna. Já, ekki núna, sko. Hann er með Ég veit ekki meir, sko. Við bara hérna, bara burtum í bílinn. Já, því miður, sko. Segðu hverjum að tengja, Styrmir. Já, það verður. Hvað er í gangi? Við hafa bara sagt að koma inn og það var hringt sem landtækt í sembættinu. Þetta er eitthvað röggstrókan. Nei. Ég er hérna, heyrðu. Herri, ég skal bara hringja stelpunum. Býttu. Hérna uppi, býttu aðeins. Það minnir mig á það, maður. Heyrðu. Shit, maður, þetta er mér. Tengdu bara. Það er ekki eitthvað. Heyrðu, strákar. Bara anda rólega. Já, ég ræði engu, sko. Ég ræði engu, sko. Mér er bara sagt að koma inn og sækja bílinn, sko. Hver sagði það? Það var hringt hérna einhver stelpa frá landlæknis. Frá? Mér þykir mjög leiðilegt að vera að gera þetta, ekki? Þetta er bara bull. Getur ég að hringa í hérna, sko? Hvað bíllinn? Bara bíllinn frá BHL, henni. Nú þegar hrekkurinn er kominn á fullt ákveðum við að senda Lilju inn. Lilja er að vinna hjá landlæknisembættinu og við sendum út svona miða sem að Tolli heldur á, þar sem stendur þann 7. september næstkomandi fer fram gluggarhreinsun á Efruhæð Austurströnd 6. Stranglega bannað að leggja bílum umhverfis húsið á milli 1 og 4. Ég veit bara ekki meir, sko. Ég er bara sendur hérna. Ég er búinn að... Bílinn, þetta er bara eitthvað steypa. Ég er búinn að koma einu sinni... Ég kom fyrir í dag og sótt eitt, sko. Ég var heppinn að koma á hjólinu, maður. Ég fór heim með hundir, sko. Ok, Lilja að koma. Já. Já, ég kom bara á hjólinu. Hæ, góðan daginn. Herðu, það var ég sem hringdi. Hvað er bullið þetta? Það er verið að þrífa hérna. Það er ekki hægt að koma niður og tala við okkur. Já, veistu, það var hringt í mig og það var sagt að vera bíll og við bara létum leita í húsinu. En leiðilegt. Það er nefnilega... Hvað hérna... Hvað? Hvað ætlaði að gera? Ég meina við verðum að taka bílinn. Nei, þið takja Nei. Færið í bíl, lefið mér að færa bílinn. Þetta er útkall, sko. Já, come on. það Þá bara- borga þau útkallið. Nei, það lendur bara á mér, sko. Það lendur bara á mínum paycheck, sko. Sýndu smá lit. Þetta er greinilega bara misskilningur. Ég kem hérna að stoppa í 1 mínútu. Þetta er bara útkall. Útkall er bara útkall. Ég get ekki það gert, sko. Mér getur mjög leiðilegt, sko, en það er bara ég verð að taka hann. Hver er yfirmaður þinn? Halli heitir hann. Hvað er síminn hjá honum? Ég veit ekki. Ég náttúrulega... Bara, come on, þú ert með símann yfirmanni. En þetta er samt hérna... Leð mér að tala við hann. Bara, hvað er símann yfirmanni þinn? Bubbi, þetta er bara útkall. Það þýðir ekki að Ég tala kem við hérna í 1 mínútu, drengur. Hvað er að þér?
Getur ekki sýnt. Það er ekki að kenna samt. Ég stoppa henni 1 mínútu, fer inn til að tala við hann. Hvaða þrjóska er þetta? Ég á minn rétt líka að vinna hérna. Já, ok, ég get alveg fullan skilning á því. Ég stoppa henni 1 mínútu. Já, það var bara greinilega 1 mínútu. Það lít bara að færa að gefa mig síman í yfirmanninum. Við fengum bara skipun í dag að þetta ætti að vera clear og við náttúrulega leitum, eða þess að það var spurt uppi hvort að einhver væri á bíl og það búið að hreinsa allt og við erum búin að taka með, þú veist... Lilja, spurðu Tolla, fékkst ekki með það, Tolla? En ég meina, það var dreift miðum í dag. Já, ég reyndar, ég var að koma hérna við bara, bara klúra það. Styrmi, fá að sjá miðan. Má að sjá hana miðan. Come on, er ekki þetta... Bara að hendi hann inn, í morgun. Sleppa þessu. Sýndu Bubba þetta, sérðu Bubbi, sérðu hvað stendur hér. Ég er ekkert að þrakka við þetta. Ég er að segja, ég kom hérna við, stökk hérna inn til að segja eitt orð við hann. Þú kemur í millitíðin og það eitthvað hringir. Ég segi, heyrðu, ertu ekki til í að færa þetta? Leðu mér að færa bílinn. Já, þetta er 15.000 krónu útkall fyrir mig. En er það ekki tekið með þegar þú dregur, þú veist, allt dæmið, skilur? Þú ert alltaf ekki búinn að, þú veist, nei, ég meina, ég fæ bara borga, skilur. Já, þú ert bara mættur. Við getum að taka hálft gjald eða eitthvað. Nei, það er alltaf ekkert, sko. Hvað ætlar að gera? Ég verð að taka leiðinni meðan burtu að hvað því miður. Hvert ferðu með? Það er síminn yfirmanni. Skilur þú mig í þessu dæmi? Nei, ég á mjög erfitt með að skilja þetta vegna þess að mér finnst þetta svo lítið mál. Ég kem inn að keyrandi, ég stoppa í 1 mínútu. Þú veist, ég stekk inn úr bílnum og fer hérna inn. Já, ok, ég gerir mig fulla grein fyrir því, en skilur þú mig? Ég fatt að ég er bara í minni vinnu og... Ok, og ég skil það mjög vel. Þess vegna ætla ég ekkert að vera leiður við þig, bara gef mér símann í yfirmanni. Við viljum bara sjá hvernig við getum lest þetta. Við taklum þetta, lítur að vera hægt maður. Það lætur ekki þennan litla tappa vera að varða hérna djöfisins dómni maður. Ha? Svo tökum við á hann. Hvað sér þau? Bara stoppa hann þetta. Hvað sér þau? Bara rúpp. Er einhver annar sími sem yfirmaðurinn er með? Er einhver annar sími? Nei, það held ég ekki. Svaraði hann ekki það? Nei. Bubbi, ég dref bara bílinn, þú kemur og sækir hann, verð ekki með þetta vesinn. Farðu eins og setja að fara inn í bíl. Ég dref bara bílinn og þú sækir hann. Þú kemur bara eftir mér og sækir hann og þá ekkert vesinn. Æsingur er þetta? Ég er frá lögregluna enga. Þú bara býður og svo bara læknir. Jöfnveginn harkaðar, þetta er ekki rétt að ná í landlækni bara og lækna þér. Ha? Ég meina, þetta er bara peningur í þessu fyrir mig. Ég held að Bubbi er örugglega meiri pening en ég. Bubbi, sýndu fullkomlega hérna. Já, ég er alveg kurteis. Þú ert lítill tappi og er krumpaður að innan og ert í vandræðum. Þú ert dónalegur. Nei, ég er ekki Þú ert bara dónalegur. Nei, ég er ekki dónalegur. Ég ber mikla virðingu fyrir. Já, farðu bara inn í bíl og vertu þar. Nei, af hverju? Jó, halló, mér vantar lögregluna, Austurströnd 5, Seltjarnarnes, Bubbi Mortens heiti ég. 5.000 kall. Hvað segirðu? Er aftur okkur með þess? Það er þannig að... Hvað segirðu? Kom ég heimsast með Ég byrja 5.000 kall ef þú borgar mig 5.000 kall. Og hérna, það er til ákveðum vökubíl hérna. Og ætlar að taka bílinn minn og ég samþykki það ekki. Ég bara stökk inn hérna í heimsókn og til að tala við hann. Og vil ekki að bílinn minn sé tekinn og ég samþykki þetta ekki. Ég vil bara fá lögreglunastaðinn og leysa þetta mál hérna. Mér finnst að Bubbi getur bara hringt á lögguna og sagt þeim að koma. Þetta sýnir hvað kallinn er mikill kóngur því að löggan var á leiðinni. Ég sé þetta ekki fyrir mér, hefði ég hringt. Er það löggan? Þetta er Auddi hérna. Það er verið að draga bílinn minn. Auddi, sagði ég. Ég var hérna í strákunum með Sveppa og Pétri. Við vorum alltaf eitthvað að fíflast og já, taka áskorunum og svona. Já, það er ekki það sem skiptir máli. Heyrðu, það er verið að draga bílinn minn. Já, ekki send... Nei, ok. Bara borg... Já, ég redda þessu bara. Ok. Sétt ekki gerast. Segðu hann að sleppa lögreglunni. Slepptu löggunni bara úr þessu, ég skal færa hann bara. Ég nenni ekkert að hafa löggunni í þetta helvíti. Slepptu löggunni bara. Slepptu löggunni bara. Hvað segirðu? Já, 24 tíma þjónusta. Sleppum hann bara. Það er ekki að sleppa löggunni úr þessu. Ætlar að sleppa bílinn? Já, ég ætla að færa hann. Hann ætlar að láta bílinn í friði. Hvað segirðu? Hann ætla að láta, segðu, ég ætla að láta bílinn í friði. Ég ætla að láta bílinn í friði, við bara rúndum okkur inn í burtu. Ég tapa bara 15 kall, ekkert mál. Herru, Bubbi,
Þú bara klára þetta hérna. Skil þetta, já, takk. Ok. Spurðu, getur þú borgað helmingin Hvað útkallinu? sögðu þeir? Getur þú borgað helminguna af þessu útkalli mínu? Af því ég er í rauninni að sleppa þér svolítið, sko. Nei. Fyrir 7 skall, sleppa við að... Nei. Ég er ekki Hvað sagði löggan við? Lögreglan sagði bara, hann var bara að tala við eitthvað Jensi og sagði að vera að gera útkall. Ég sagði bara, nei, hann ætlar að sleppa þessu. Ég er ekki með 5 skall af mig, ég er bara með kort. Ég skil alveg að þetta er vinnaðinn. Ég skil það alveg fullkomlega. En ég skil líka að þegar að þú kemur út á útkallinu og það kemur manneskja hérna út og útskýrir hlutina og það er allir að útskýra fyrir þetta er eitthvað misskilningur í gangi. Ég er ekki að parkera hérna til að fokka einhverjum upp með henni. Ég skil vel að þú ert kallaður út. Ég legg bara mikinn metnað í mína vinnu. Já, það er bara eðlilegt, en þú hlýtur líka að geta sýnt skilning þegar það er á við. Segðu, mér fannst þú líka með smá hroka við mig. Mér fannst bara, ég snerist aðeins upp, mér fannst þú vera með smá hroka við mig, sko. Nei, engan. Ekkert annað en það. Ég bara kem út, já, bara ekkert annað en það. Hvernig á ég að bregðast við, sá þér að taka bílinn? Ég veit, þú ert Bubbi Mortens, skilur. Það hefur ekkert með Bubba Mortens að gera. Þú ert að láta hann flækja í málum. Ég er bara manneski eins og þú og ég. Þú hagaðar alveg sem Bubbi Mortens. Nei. Hann kemur ekki þessu máli við. Ímyndin af Bubba Mortens sem þú hefur þínum haus. Það kemur ekki þessu máli við. Ég tek bara bílinn, segðu það. Hver annar. Ég bregst við eins og hver einasta manneski hefði brugðist við. Hvað er að gera? Er að taka bílinn? Já, ég verð bara að taka bílinn. Já, þá hefði ég ekki fyrir að lögreglan. Herru, förum bara. Hringdu bara á lögguna, segðu það. Hringdu bara á lögguna. Ég held þú hefur verið búin að setla þetta. Hvað? Heyrðu? Vá. Þeir fara ekkert út þessu port. Hringdu bara á lögguna. Þannig. Hann æsir sig núna. Það er bara þannig. Getur á lögguna. Ok, kottu. Ég er á leiðin út. Það. Það vantar lögregluna. Já. Sleppa bílinn. Þetta virkaði. Alveg þá svona örnaflug sko þar sem ég var nærði búinn að nefna þig. Það var alveg bara svona. Og ég hugsaði að ég get ekki gert það. Þetta er hann í vinnunum og ég get ekki stannað. Ég heiti Bubbi Mortens og ég var tekinn á báðar.